Þá það 6. liður, menningarmál og menningarsamningur við ríkið. Logi Már Einarsson, bæjarfulltrúi, tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það kann nú að hljóma eins og ber í bakka öllum lækin að fara að ræða menningarmál núna aftur skömmu eftir að við lukum langri og ítalegri og innihaldsríkri umræðu þau í maí síðastliðið. En tilefni ærið núna og í rauninu umfjöllunarefnið aðeins þrengra, það að segja menningarsamningur sem í gildi milli ríkis og Akureyrarbæjar og gildir til ársloka 2015. Samningurinn í rauninni hugsaður til stuðnings sjónlistum, leiklist og tónlist og nefndir í samningnum Sinfóníu, hljómsveit, leikfélagið og sjónlistamiðstöð sem heitir reyndar Listasafn Akureyrar núna. Nú í 1. grein samningsins þá segir með leyfi forseta að markmið hans sé að gera Akureyri að þungamiðju menningarsamstarfs utan höfuðborgarsvæðisins. Og það má kannski segja að með því þá séu menn að viðurkenna þetta höfuðborgarhlutverk Akureyrarbæjar sem okkur hefur verið svo tíðrætt En ástæða þess að við efnum til sérstakrar umræðu þetta mál núna að í fyrirliggjandi drögum að fjárlögum fyrir þetta ár gert eina ferðina enn ráð fyrir óbreyttri krónutölu í þennan samning. Og það auðvitað sýnu alvarlegra og sýnu í rauninni óásættanlegra vegna þess að sambærilegar stofnanir á höfuðborgarsvæðinu í Reykjavík að fá talsverða hækkun og jafnvel það umfram verðbætur. Þannig að við í rauninni skiljum ekki alveg hverju þetta sætir. Við vitum alveg hvert okkar hlutverk og við vitum alveg hvað þarf til þess að gera Akureyri að þessari þungamiðju sem talað og eitt af því að geta staðið undir öflugu menningarlífi og boðið upp á atvinnumennsku í greinum sem kannski ekki mögulegt í öllum hinum dreifðari byggðum landsins. Og þannig hefur einmitt verið ágætis samstarf og í rauninni ágætis skilningur á því meðal sveitarstjórnarmanna hér á svæðinu að á meðan við tökum að okkur í gegnum eyþing og margsháttar samvinnu að efla allt menningarlífið á þessu svæði, alveg vestur frá Siglufirði og austur á Þórshöfn, að þá gerum við líka töluverðan mun á minni stöðum og Akureyri. Það að segja að við höfum reynt að styrkja og aðstoða grasrótina og áhugamannastarf á þessum stöðum. En hér á Akureyri höfum við jafnframt því reynt að skapa umhverfi fyrir atvinnumennsku í listum. Og það auðvitað mjög grátlegt að í rauninni ríkisvaldið geti nú ekki leyft okkur að njóta sannmælis og hækka til jafns á við aðra vegna þess að við höfum bæði sýnt það að við höfum áhuga á því með núna sameiningu þessara 3 félaga í eitt menningarfélag. Við höfum áhuga á því að nýta peningana betur. Við höfum áhuga á því að nýta þá peninga sem koma inn í áhættuminni rekstri eins og viðburðarstjórnun í Hofi og nýta þá í listsköpun og áhættumeiri rekstur. Einhverjum ráðherrum kunnugt líka að hér hefur farið af stað merkileg tilraun þar sem að Sinfóníuhljómsveit Norðurlands hefur verið að taka upp kvikmyndatónlist fyrir erlenda aðila og það margt sem bendir til þess að ef rétt á málum haldið að þá muni vera ótrúlega miklu möguleikar á því sviði. Það mun hjálpa okkur við að draga hingað tónlistarmenn
sem að getur hugsað sér að setjast að á svæðinu, atvinnumenn í tónlist. Margir ungi tónlistamenn sem gætu hugsað sér að búa á Akureyri, þeir treysta sér ekki til þess við núverandi aðstæður vegna þess að þeir þurfa að reiða sig kannski ómikið á kennslu og þeir eru kannski ekki allir tilbúnir til þess. Þeir vilja sem sagt spila meira. Og við skulum ekki gleyma því að það vandamál sem að við blasaðu við okkur þegar við erum að manna mikilvægar stöður eins og til dæmis á sjúkrahúsi, í háskólanum eða tölvugerunum og víðar. Það hefur oft reynst erfitt vegna sem við höfum ekki getað boðið upp á þessar fjölbreytni í atvinnulífi sem að þetta myndi alveg örugglega ýta undir. Ég ætla nú ekki að þreyta ykkur með einhverjum langhundi þetta. Við erum búin að fara yfir þetta en aðrir munu eflaust koma með ný sjónarmið inn í þetta mál. En við höfum auðvitað tekið saman gögn sem sýna okkur það að þessar 131 milljón sem að við erum að fá núna samkvæmt samningnum, þær þyrftu að vera 175 milljónir bara til þess að halda í við verðhækkanir sem að hér hafa orðið. Og ég hef nú enga trú á því að fjárveitingavaldið eða framkvæmdavaldið sé að standi í einhverjum leiðindum eða tróða einhvern illvilja við okkur að ásettu ráði. Ég held að þetta sé hljóti að vera meira misskilningur og við höfum áhuga að fara og leiðrétta hann og ræða við hann vegna þess að það hefur ekkert komið fram hjá neinum stjórnmálamanni á landsvísu sem ég hef talað við sem bendi til annars en þeir hafi fullan skilning á þessu hlutverki okkar og ættu þar að leiðandi að taka bara glöð í það að vinda ofan að þessu leiðrétta þetta. Og við höfum ennþá einhvern smá tíma því að það er ekki búið að afgreiða endanleg fjárlög. En mér langaði að fylgja þessari umræðu úr hlaði kannski með bókun sem þá hægt að ræða eða tala og við í stjórn Akureyrarstofu við 23. september síðastliðinn þá bókuðum við og mér langaði sem sagt að nota þann texta sem svona megin uppistöðu í bókun frá okkur og hnýta svo 3 línum við og þá myndi bókun okkar hljóma svo. Á undanförnum árum hafa framlög til stofnana ríkisins í Reykjavík, svo sem Hörpu, Listasafns Íslands, Þjóðleikhússins og Sinfóníuhljómsveitar Íslands hækkað 100 milljóna króna á sama tíma og framlög ríkisins til sambærilegra stofnana á Akureyri hafa staðið í stað. Samkvæmt fjárlögum fyrir árið 2016 er ekki að sjá neina breytingu á þessu. Akureyri gegnir mikilvægu hlutverki í menningarstarfi á Norður- og Austurlandi og framboð á menningu er mikilsverður þáttur í að tryggja jöfn búsetuskilyrði. Stjórn Akureyrarstofu, sem myndi þá verða bæjarstjórn, telur þessa mismunun sem í framlögunum birtist óskiljanlega og í raun svo óásættanlega að ekki verður lengur við unnað. Og viðbótin verður þá bæjarstjórn felur bæjarstjóra og formanni stjórnar Akureyrarstofu að taka upp viðræður við menntamálaráðherra menningarsamning milli ríkis og Akureyrarbæjar. Að lokum er rétt að nefna það að samningurinn rennur út í desember 2015 og í rauninni er ákvæði í samningnum að aðilar skulu vera búin að koma sér saman áframhald samningsins og innihald hans fyrir júlílok 2015. En eins og þið þekkið þá hafa menn mikið að gera og við höfum ekki náð fundi menntamálaráðherra ennþá en ég vona að við gerum það á næstu dögum. Takk. Logi Már Einarsson bæjarfulltrúi lokið máli sínu. Næst tekur til máls Njáll Trausti Friðbertsson bæjarfulltrúi. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Bara að þakka bæjarfulltrúa Loga fyrir ágæta ræðu þessi mál. Ég vil leggja til svona ákveðin nýja vinkil inn í þessu umræðu varðandi menningarsamningin. Ég var svolítið þreyttur á þessum tölum. Þetta með mér reyndar 138 milljónir sem erum að tala núna. Þetta var mér sér lækkað og ég held að það verið 140 árið þar undan en það sem maður sér þegar maður skoðar fjárlögin og við ræddum þetta reyndar svipað hérna undir fjármálum bæjarins eða sveitarfélagsins fyrir mánuði síðan að þegar maður skoða sambærilega starfsemi á höfuðborgarsvæðinu og við erum að tala sem tengist menningarfélaginu Hof, þá sýnist mér þetta að vera kringum 10% hækkunin á höfuðborgarsvæðinu.
svipari starfsemi og það kemur ekki króna inn hérna í viðbót og ég held að maður verður sem sagt bara það að fara betur í þessa tölfræði og gagnana. Ég svona bara eftir svona algjöru minni og það minnir mig að íbúar Akureyrar séu 5,5%. Við erum með cirka 5% af þessu þegar maður tók þetta þarna fyrir mánuði síðan af þessu fjármagni sem fer í þessi mál. Akureyringar 5%, Akureyringar 5,5%. Ég vil reyna að útvíkka þetta þegar bæjarfulltrúi Logi Már er að tala hérna svona þessar höfuðborgarskyldur eða við getum að tala höfuðstaðaskyldur hérna og mér finnst að við ættum að taka raunlega umræðu með nágranna sveitarfélögunum bæði í Eyjafirði og í Þingeyjarsýslum hvernig menn sjá þetta hvort að þau séu til í að koma með okkur á þennan bát að tala fyrir þessu máli. Þess að klálega þá þessi starfsemi hérna á Akureyri, hún að þjónusta miklu meira heldur en bæ. Í Eyjafirði búa 7,6% þjóðarinnar, við tökum Norðurland eystra, sem gamla kjördæmi Norðurland eystra þá er 9%. Mér finnst bara eðlilegt. Ég hugsa þetta miklu stærra sem Logi tala 170 milljónir, þá hann að tala sýnist mér þá 20% sem þetta ætti að vera hærra. Þegar við farum að tala 9% af þessu, þá erum við farin að tala þá upphæði kannski 250 til 270. Og þá líklega að taka upp, þið þekkið umræðina varðandi Hörpu og það mikið kvartað yfir í Reykjavík yfir innleggi sem að Reykjavíkurborg að leggja inn í Hörpu og ef ég man það rétt 600-700 milljónir en á sama tíma þá fá þeir 600-700 milljónir í fasteignagjöld af Hörpu. Á Akureyri erum við að leggja 300 milljóna ári núna inn í þetta og ég held að tala séu kringu 40 sem að bærin fari í fasteignagjöld af hofi til að vera með svona samanburðar. Þannig að nettó í Reykjavík það fellur cirka nálægt núllinu en við erum að leggja sjöfalt hærri tölu inn með hofi. Síðan við tökum líka með symfóníuna og svona samanburðar dæmi í fjárlögunum að þá virðist þetta sem þú sagði að vera 10% munurinn. En mér finnst að við ættum og nú nú Eyþing að koma upp bara helgina og það vil svo til að bæjarfulltrúi Logi uppafsmaður þessar umræðu hér að hann formaður Eyþings þannig að mér finnst bara eðlilegt að þessi umræða sé tekin upp þar með öðru sveitarfélagi og mér finnst algjörlega eðlilegt að þau ættu að taka þessa umræðu með og tala fyrir þessu út af við. Þannig að við erum bara mjög í sama bát með þessi málefni nákvæmlega eins og bæjarfulltrúi Logi kemur inn á að gagnvart atvinnulífi og uppbyggingu samfélagsins, ferðaþjónustu og öðru þá lykilatriði að þessi mál séu í lagi og þetta hefur mikil áhrif á nágrannabyggðirnar líka. Þannig að ég held að ættum að núna eftir 3-4 daga þegar aðalfundur Eyþings að taka þetta upp þar og ræða þetta við okkar nágranna sveitarfélög og sveitarstjórnarmenn hérna á svæðinu hvað mönnum finnst þessi mál. En tölfræðin algjörlega með okkur í þessu máli. Það algjörlega ljóst í samtöku við hérna fjármálahliðina á þessu. Takk. Njáll Trausti Friðbertsson, bæjarfulltrúi lokið máli sínu. Næst tekur til máls Sóli Björk Stefánsdóttir, bæjarfulltrúi. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég hef nú kannski ekkert miklu við þetta bæta því þetta snýst auðvitað þessa togstreitu okkar við ríkið og í menningarmálum í þetta skiptið en alls konar öðrum málum í öll hin skiptin þannig að og ég tek undir með bæjarfulltrúa Njáli að við verðum að taka þetta upp í samlagi sveitarfélaga í kringum okkur og hvort sem þá ekki bara á þessum grunni heldur en á víðari grundvelli varðandi bara hvernig ríkið ég hlustaði nýlega á viðtal við menntamálaráðherra á N4 það sem að hann eftir eins og við þekkjum frá því umræðu niðurskurð í skólakerfinu framhaldsskólum á svæðinu eða sameiningar og annað og þar sagði maðurinn að menntamál væru ekki byggðamál og ég átta mig ekki á þessari þröngsýn og ég alveg viss að þetta ekki þessi eini ráðherra sem áttar sig ekki á því hvað eru byggðamál að það eins og það sé bara einhver
get ekki mislukkaður ætla ég að segja flutningur einstakra stofnana út af höfuðborgarsvæðinu eða álver sem byggðamál. En það bara alls ekki þannig. Og þetta verður maður bara sem svona sveitarstjórnarmanneskja bara frústreraður af því að vera endalaust í þessari umræðu. Þannig að ég ætla svo sem ekkert að fara að endurtaka mig meira með það. En þetta þýðir auðvitað núna og ég veit það vegna þess að ég satt í stjórn Akureyrarstofu fyrir 4 árum held ég að veri og þá var verið að endalaust reyna að vera að funda með menntamálaráðuneytinu þennan samning og það bara hvorki gekk né rak, það var bara ekkert, það voru enga viðbætur nánast. Þannig að þetta augljóslega bara sama ströggli og ég ætla bara að leyfa mér að efast þó ég hef fulla trú svo sem á því fólki sem ætlar að fara að hitta menntamálaráðherra út af þessu að þegar að tími vinnst til að þá bara hef ég einhvern veginn efasemdir að þú veist það allavega gerist eitthvað bara 1, 2 og nú. Þannig við þurfum svo sem kannski aðeins að spá í það hvað við ætlum að gera, ætlum við einhvern veginn og nú er þetta náttúrulega sama og við höfum rætt í öðrum málaflokkum, ætla bærin að stíga fram þar sem að ríkið lætur undan og og ég hef svona aðeins verið að velta því fyrir mér svona í tengslu við þessa umræðu og ég líka aðeins verið að velta fyrir mér menningamálum sem í tengslu við ferðamál og ég vil ég er augljóslega ekki eina manneskja sem að tengi menningu við ferðaþjónustu því að bara í menningarstefnu bæjarins þá sér kafli ferðaþjónustu. Við höfum auðvitað talað það og ekki bara við, heldur öll önnur sveitarfélög í landinu, hvernig engin sveitarfélög virðast græða netto ferðaþjónustunni, þó það hefur auðvitað verið alltaf notað sem rök fyrir uppbyggingu og alls konar þjónustu og stofnunum og húsum og verkefnum og sem við höfum lagt mikið af mörkum til. Þannig ég bara svona velti fyrir mér, hvað þú veist, eigum við einhverja möguleika til að gera eitthvað og ég fór að hugsa kannski aðalstaðurinn þar sem að Akureyrarbær eða í þessu tilfelli fyrirtæki Akureyrarbæjar eða sem Akureyrarbær hluti Hafnasamlag Norðurlands, þar koma inn tekjur af ferðamönnum, þar eru tæplega 150 milljónir á þessu ári komnar inn sem tekjur vegna skemmtiferðaskipa. Ég bara velti fyrir mér hvort það sé eitthvað sem við getum bætt upp þennan fjárskort, hvort það sé eitthvað sem við getum tekið þaðan og að því auðvitað verðum við líka að hugsa hvað ætlum við að gera. Það þýðir náttúrulega ekkert bara að vera óbúslega frústreraður út í ríkið, þó ég sé það auðvitað. Og svo bara annað sem langar að segja líka, hvar eru fjölmiðlar í þessari umfjöllun? Hvar er ríkisútvarpið? Þú veist, þegar landsbyggðin öll einhvern veginn eða landsbyggðnar allar eftir hvernig við vorum það, eru í einhverju rosalegri baráttu fyrir tilveru sinni. Það finnst mér bara, mér finnst ég ekki verða nóg mikið vör við þessa umræðu á landsvísu af því að sem er ótrúlega mikilvæg vegna þess að ég bara held að blessaðir ráðherrarnir okkar séu bara dálítið ótengdir og bara fáfróðir það hvað skiptir máli út á landi. Þannig ég svo ætla bara hér með að skora á Ríkisútvarpið og aðra fjölmiðla að taka þetta aðeins fastar til umræðu. Svo bara hef ég líka verið að velta fyrir mér að því að í sambandi við þennan menningarsamning að í menningarstefnu Íslands sem kom út 2013 þá eru mikið af fögrum orðum og það er náttúrulega komið inn á hversu mikilvægt menningarlíf er í uppbyggingu ferðaþjónustu. Auðvitað er menningarstefnunni ætlað að stuðla að frekari eflingu menningarstarfs á öllu landinu. Það er alveg áhersla á aðgengi og óháð staðsetningu af menningu og samstarfi sveitarfélög og landshlutasamtök og alls konar. Og ég bara velti ég fyrir mér hvað að því að síðan eitt er að setja sér stefnu, annað er síðan bara hvað gerum við raunverulega og það er það sem kemur í ljós þegar fjárlög eru lögð fram, þá kemur í ljós hvað raunverulega að gera og í þessu tilfelli þá er það, miðað við orðin í þessari stefnu, það er bara ekki vilji til að fylgja þessari stefnu í þessum fjárlögum og þá veltir maður bara fyrir sér hvað með Þjóðleikhúsið, hvað með Sinfóníuhljómsveit Íslands, hvað gagn höfum við af þessum stofnunum þannig að séð
Ég skil nefnilega alveg hlutverk þeirra fyrir þjóðina, en sko ef þetta þannig og miðað við áætlanir sem maður sér frá fjármálaráðuneytinu heilmikinn niðurskurð í gjöldum hins opinbera, þá veltir maður fyrir sér hvort að baráttan bitana fer að bara harðna, og þá þurfum við að velta því fyrir okkur hvað gagn höfum við af þessum þjóðarstofnunum sem að staðsettar í Reykjavík, hvernig nýtast þær okkur, og eru þær mikilvægari heldur en starfsemin að því að menning náttúrulega snýst ekkert bara að horfa og hlusta, hún snýst náttúrulega að skapa. Þetta ekkert bara fyrir áhorfendur og það að koma með einu og einu sýningu út á land, það er bara ekki nóg að mínum mati. Ég held ég ekki ætla að segja neitt meira. Takk. Sóli Björk Stefánsdóttir, bæjarfulltrúi, lokið máli sínu. Næst tekur til máls Ingibjörg Ólöf Ísaksen, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Megin markmið menningarsamningsins er að efla hlutverk Akureyrar í lista- og menningarlífi á Íslandi. Stuðla því að Akureyri verið þungamiðja öflugs menningarstarfs utan höfuðborgarsvæðisins. Við stigum þar skref fyrir rúmlega ári síðan að sameina Hof, Sinfóníuhljómsveit Norðurlands og Leikfélagið undir einn hatt. Og finnst mér bara vert að halda því á lofti að sú samvinna hefur gengið mjög vel. En það er einn liður í menningarsamningnum sem ég vil vekja athygli á. Þar er vissu fjármagni ætlað það hlutverk að styðja við frumsköpun ungs listafólks og öfluga hópa tónlistar og sviðslistafólks á heimaslóð og gefa því tækifæri til þess að nýta sér Hof sem vettvang fyrir viðburðir sem þeir framleiða. Þetta atriði tel ég vera afar brýnt að við höldum í, að við leyfum unga fólkinu okkar og sem flestum að fá tækifæri til þess að nýta þessa frábæru aðstöðu. En ég vil einnig líka núna að við hingurum aðeins við. Notum aðeins ímyndunarafl okkar. Hvernig væri umhorfs í bænum okkar ef ekki nyti við aðstöðunar í Hofi og því starf sem þar á sér stað? Hvernig væri ef Sinfóníuhljómsveit Norðurlands var ekki til staðar? Ekkert leikfélag. Listasafnið væri lokað. Það væri heldur tómlegt. Þessi þættir eru nefnilega stór partur af því að gera Akureyri að þeim bæ sem hann er í dag. Hluti af ástæðinu fyrir því af hverju við viljum búa hérna, ala upp börnin okkar og eldast hérna. Einnig er þetta stór þáttur í því að fá hingað ferðamenn, bæði innlenda sem erlenda. Það er því óhætt að segja að samningur sem þessi er afar mikilvægur fyrir okkur hér á Akureyri, en ekki eingöngu okkur eins og bæjarfulltrúi Njáll kom hér inn á áðan, heldur einnig nær sveitarfélögin. Því get ég vissulega tekið undir þá bókun sem var lesin hér upp áðan, því að við viljum halda áfram að efla enn frekar menningu og listir hér á Akureyri. En menningarsamningurinn er þetta bara eitt dæmi af samningum okkar við ríkið. Því miður vill stundum verða að við tökum við verkefnum frá ríkinu í góðri trú að það fjármagn sem á að duga fyrir þeim dugir bara ansi skammt. En eins og sjá mátti í grein formanns Sambands íslenskra sveitarfélaga í Laugardalsblaðinu helgina, þá kemur fram að milljarð vanti í málefni þjónustu við fatlaða fyrir árið 2014 og halli muni aukast enn frekar á árinu 2015. En vissulega er það þannig að það er ekki hægt að kenna ríkinu allt. Við þurfum líka að líta í eigin barm og það erum við vissulega að gera. Við erum að fara yfir málin hjá okkur, velta við steinum og kanna hvort og hvernig við getum breytt einhverju í rekstrinum hjá okkur. Ég líki stundum samningagerð við ríkið við búðarferð fyrir mömmu. Hún sendi mig út í búð með 1000 krónur. Ég á að kaupa 3 hluti. Jú, ég kaupi þá og á ansi lítinn afgang ef einhver er eftir. Svo líður einhver tími. Ég er aftur send út í búð eftir sömu 3 hlutunum með 1000 krónunar.
En núna hefur allt hækkað í búðinni og 1000-kallinn dugir ekki fyrir þessum 3 hlutum. Ég þarf því að seilast í sparibauki minni ef ég ætla að eiga fyrir þeim. Ríkið þarf að koma með auki fjármagn. Það þarf að fylgja eftir hækkun kjarasamninga og fjármagn þarf að fylgja auknum kröfum að þeirra hálfum. Svo við þurfum ekki endalaust að vera að seilast í sparibaukinn okkar. Því að sá peningur endist ekki endalaust. Takk fyrir. Ingibjörg Ólöf Ísaksen bæjarfulltrúi lokið máli sínu. Næst tekur til máls Eva Hrund Einarsdóttir bæjarfulltrúi. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á því að þakka Loga Má Einarssyni fyrir að taka þetta mál hérna inn á dagskrá. Mér finnst þetta gríðarlega mikilvægt og ég var nú bara síðast hérna í hádeginu í dag að berjast fyrir þessu máli á fundi með mönnum minna Sjálfstæðisflokksins. En einmitt á þeim fundi mér langar þess að vísa í setningu þar sem kom þar fram. Að þar var aðilir við vorum að tala um misskiptingu fjármagns á milli höfuðborgarnar og landsbyggðarinnar og hann var á því að stefna ríkisins væri að Ísland myndi breytast í borgaríki. Og það svolítið bara að gerast í þeirri mynd sem við erum að sjá hér í menningarsamningnum. En það rosalega sorglegt að fara yfir þróun fjármagnsins frá ríkinu til atvinnustofnunar í listum utan Reykjavíkur. Ég vil taka fram að þetta ekkert nýmæli. Þegar við horfum á söguna og horfum aftur til 2011 þá höfum við staðið í stað og jafnvel lækkað. Við lækkum milli 2014 til 2015 2 milljónir. Þannig ég hrædd að þetta sé engin misskilningur eins og bæjarfulltrúi Logi Már er að vonast til. Þetta er almennt vitað. Mér finnst þetta móðgandi. Mér finnst bara menningarstofnanir hér á Norðurlandi ekki metnar af verðleikum. Það er ekki króna að koma í Hof þegar Harpan fær 700 milljónir. Það er engin sanngirni í því. Við erum að þjónusta hér allt Norðurland. Það er fólk frá höfuðborgarsvæðinu að koma hingað. Af hverju við ekki að fá 1 krónu í Hof? Mér finnst þetta mjög sorglegt því að eins og bæjarfulltrúi Logi Már kom inn á, þá eru breytingar hér í gangi. Það er verið að sameina hér nokkur félög undir menningar félagi Akureyrar og mér langar að nýta tækifæri og hrósa þeim aðilum sem standa þar að baki. Mér finnst vera gríðarlega metnaðarfull dagskrá næsta vetur og þau eru búin að standa sig afar vel það sem af er. Ég vil einnig hrósa þeim sem standa að listasafninu. Við erum að gera rosalega vel. Við erum með mjög metnaðarfullt fólk hér í menningarkerfinu og þess vegna er þetta ennþá sorglegra. Þannig að ég ætla vonast til að breytinga verði hér á í fjárlögum, að ríkið muni setja meira fjármagn til landsbyggðarinnar og ég vil einnig taka undir tillögu bæjarfulltrúa Njáls Trausta með að við fáum sveitarfélögin hér í kring til þess að aðstoða okkur við að berjast fyrir fjármagn. Eva Hrund Einarsdóttir bæjarfulltrúi lokið máli sínu. Næst tekur til máls Guðmundur Baldur Guðmundsson bæjarfulltrúi. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Nú kannski ekki gera langt mál úr þessu en ég vil byrja á því að þakka Loga Má fyrir hans framsókn í þessu máli. Ég held að sé mjög mikilvægt í rauninni að við gerum okkur grein fyrir því þegar við erum að berjast við ríkið að það er hörð barátta og við þurfum að sækja fram. Við þurfum í rauninni að ræða við fólk og ég get ekki alveg tekið undir með bæjarfulltrúa Sólu það að ég er bjartsýnn á því að við náum fram einhverju með að ræða við menn og til þessi tillaga sem við erum að leggja fram núna að fá þá formann Akureyarstofu og bæjarstjóra til að hitta ráðherra til þess að taka á þessu máli. Ég held að vonum að það skili okkur einhverju. Ég tek líka undir með bæjarfulltrúa Njáli að það er mikilvægt að við fáum sveitarfélögum hér í kringum okkur til þess að styðja okkur í þessu máli vegna þess að það er nú svo að menningarfélagi hérna hjá okkur Akureyri nýtist okkur öllu þessu landsvæði þannig að ég held að það sé mjög mikilvægt og ég trúi því að
að sveitarfélög hér allt í kring leggist á árarnar með okkur í þessu máli. Þannig að ég vil nú taka undir með það. Ég get ekki alveg, það var hér komið fram í máli að með minni Sólveigu Bjarkabæjarfulltrúa varðandi það hver tilgangur eða hvað við hefðum að græða á menningar starfsemi í Reykjavík. Við verðum að passa okkur og það er mín skoðun að þegar við tökum svona umræðu þá er það ekki, þá er ég sjálfsög að fagna því að ríkið skuli vera tilbúið að leggja í menningarstarfsemi á höfuðborgarsvæðinu. En við viljum bara sjálfsögðu fá réttlátan skerf til okkar. Og ég held að sé mjög mikilvægt í rauninni að menningarstarfsemi blómstri í öllu landinu, hvort sem er á höfuðborgarsvæðinu eða hér út á landi. Og það er lítið fjöllugt af því að það var, hér kom fram í máli einhvers bæjarfulltrúa, að hvernig Akureyri liti út ef ekki nýtt til listarinnar, að það er alveg eins með höfuðborgarsvæðið að það er ekki gæfuleg höfuðborg ef ekki nýtt til listar þar. Þannig að við verðum að svona horfa á þetta að það er mjög mikilvægt að listin fái sína fjármuni, en við erum að sjálfsögðu að fá okkar skerf að kökunni og réttlátan skerf í starfsemi sem við erum að reka hér á Akureyri. Og mér finnst líka með sameiningu félaga, Sinfóníuhljómsveitarinnar, Menningarfélagsins Hofs og Leikfélagsins, þá höfum við tekið stórt skref í hagræðingu eða stórt skref fram á við, kannski ekki beint í hagræðingu, heldur bara til þess að stíga fram og ná meira út úr menningu hér á Akureyri. Við höfum haft hér mjög öfluga sjálfstæðar einingar sem að ég til að standi miklu betur í sameinaðar og ég horfi björtum augu til þess. Ég hlakka til að fara á næstu dögum á aðalfund félagsins sem verður haldinn hér á næstunni, fyrsta aðalfund þessa sameina félags, þar sem að við fáum að sjá þá félagsmenn hvernig til hefur tekist og ég er bjartsýnn á því að við höfum tekið rétt skref og þetta sé bara einn liður í því að efla þá miklu listsköpun sem er hér á þessu svæði. En ég held líka að við verðum að passa okkur í þessu umræðu og ég tel það ekki, við erum ekki að senda þau skilaboð frá okkur þegar við erum að fara að ræða við ríkisvaldið eða ráðherra, við mögum passa okkur á því og þess ágætu þingmenn sem okkur eiga að sinna, að við mögum ekki tala að menn séu fáfróðir þessi mál okkar. Við þurfum að gera í því að fara til þeirra og segja þeim frá hlutunum, kynna þeim málið, en við mögum passa okkur á því að tala ekki niður til manna í viðræðum við og alls ekki að mínum að sýna ósanngirni gagnvart höfuðborgarbúinu, heldur fyrst og fremst að fá réttlátan skerf til okkar hér út á landi. Takk. Guðmundur Baldvin Guðmundsson, bæjarfulltrúi, lokið máli sínu. Næst tekur til máls Gunnar Gíslason, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil þakka eins og aðri hér bæjarfulltrúa Loga Má fyrir að vekja athygli á þessu máli og taka það upp hér á fundunum. Það nokkur atriði sem ég langar til að nefna í þessu sambandi. Þetta snýst ekki neitt annað en sanngirni. Sanngirni liggur í því að við njótum sannmælis og það sé ríkjandi hér ákveðið jöfnuður í útgjöldum ríkisins til menningarmála. Akureyri og Akureyrarbær er að standa sig gríðarlega vel þegar kemur að þessum málum og það er bara staðreynd að þegar við skoðum til dæmis hlutfall skatttekna sem fer til menningarmála að þá hefur hlutfalli verið svona 67% hérna á Akureyri meðan það er 5% í Reykjavík og miklu lægra í öðrum bæjarfélögum eins og Hafnarfirði, Kópavogi og Garðabæ eða bara rétt 2-3% af skatttekjunum sem fer í menningarmál. Það er oft talað Akureyri svona þegar við horfum á útgjöld Akureyrarbæjar að það sé ákveðið höfuðborgarsyndrom og það á við í menningarmálum. Við erum með mjög svipuð útgjaldamynstur eins og Reykjavíkurborg. Og það er mjög skrítið að það skuli þá ekki vera horft til þessa að hálfu ríksins þegar að þessi mál eru í skoðun. Og það er reyndar furðulegt þegar maður les síðasta samning, menningarsamning, hann er gerður 27. apríl 2013. Þar er kveðið á það að það skuli endurskoða upphæðirnar í september sama ár. Og það er ekki enn búið að endurskoða þær. En af hverju voru þær ekki endurskoðaðar áður en samningur var undirritaður? Því að framlögin hafi í raun ekkert breyst frá árinu 2010 að nokkru marki.
Þannig að þetta mál liggur raun og veru einhvers staðar inn í kerfinu. Það virðist vera sama hvar í pólitík menn eru, ráðherrarnir. Við erum bara á sama stað. Og það er líka alvarlegt, það er alvarlegt þegar maður veltir þessu fyrir sér hvað þetta varðar, að það skuli þá vera einhvers staðar inn í kerfinu eitthvað sem að veldur því að við erum bara hunsuð í þessu málum. Og ég segi við erum hunsuð þegar það er ekki gert ráð fyrir einni einustu krónu í aukningu í nýjum fjárlögum miðað við það sem var á þessu árið að hefur verið undanfarin ár. Og við að sjálfsögðu bara mótmælum eins og ég mun taka undir og tek undir þá tillögu sem er komið hérna fram á bókun og finnst að við verðum bara öll að fylgja þessu máli mjög fast eftir. Takk fyrir. Gunnar Gíslason bæjarfulltrúi er lokið máli sínu. Næst tekur til máls Áshildur Hlín Valtýsdóttir bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég tek undir all flest sem sagt hefur verið. Þetta lítur ansi ósangjart út og er vissulega þörf á réttannan hlut. Svo við getum staðið okkur sem burðugt og þjónandi sveitafélag þegar kemur að menningarmálum. Eins og fjölist hefur verið þá eigum við hér flott fólk í hverju horni sem vinnur að metnaðarfullri listsköpun í víðu samhengi. Ég ætla að leyfa mér að vera bjartsýn á að réttlátt sneið af þessari köku muni berast okkur eftir metnaðarfullar samningaviðræður. Samvinna sveitafélagana eins og bæjarfulltrúi Njáll nefndi hljómar að mínu leyti skynsamlega í þessu samhengi. Ég vil þó grípa boltan í þessari menningarumræðu og á þessum nótum vekja athygli á að metnaður okkar fyrir tónlistarkennslu barnanna okkar virðist fara dvínandi. Það má meðal annars sjá á þeirri staðreynd að menntaða tónmenntakennara vantar nú í meirihluta grunnskóla bæjarins. Meirihluti nemenda í grunnskólanum bæjarins eru ekki að fá tónmenntakennslu í sínu skóla. Fyrir örfáum árum var einnig metnaðarfullt tilraunaverkefni í gangi sem snerist að elstu árgangar leikskólana og fyrstu árgangar grunnskólana fengur tónlistarkennslu á sínum skólatíma í gegnum tónlistarforskóla. Á þessum tíma voru 750 börn í bænum í forskólanámi en talan í dag telur 28 börn. Það er rúmlega 96% fækkun sem gerðist einmitt þegar við fluttum tónlistarskólan í Hof. Jæja, nú sýna rannsóknir almennt að tónlistarnám sé ansi öflug heilaleikfimi sem má líkja við gríðarlega teknískar æfingar fyrir hugan. Ég ætla að vitna í orð Hjörleifs skólastjóra tónlistarskólans á Akureyri. Höfum við efni á að sleppa á þessu? Og ég bæti við, hverjir ætlu þá að spila í okkar ágætu sinfóníuhljómsveit á komandi áratugum? Við þurfum ju líka að skapa eins og bæjarfulltrúi Sóli og bæjarfulltrúi Ingibjörg bentu réttilega á. Ég styð þessa bókun. Takk fyrir. Áshildur Hlín Valtýsdóttir bæjarfulltrúi lokið máli sínu. Næst tekur til máls Eva Hrund Einarsdóttir bæjarfulltrúi. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég var aðeins hugsi eftir ræðu bæjarfulltrúar Sóleyjar Bjarkar varðandi fjölmiðlana. Við langaði að leggja til að því að við höfum alveg gert tölulega greiningar á þróun fjármagns frá ríkinu til okkar að við birtum þetta opinberlega þannig að það sé auðveldara fyrir fjölmiðla að fjalla málin. Og það var mjög sláandi fyrir mig að sjá þessar tölur og þessi súlurit sem að bærinn hefur gert sem sýna þessan þróun glögglega. Þannig að ég legg til að við komum þessum gögnum bara inn á heimasíðu bæjarins þannig að fjölmiðlar geti nýtt sér það í umfjöllum fyrir okkar hönd. Eva Hrund Einarsdóttir bæjarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Sóli Björk Stefánsdóttir bæjarfulltrúi. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla nú aðeins að ég ætla bara að segja aðeins svona rólegri heldur en áðan. Ég var orðin pínu heiti yfir þessu máli því að ég er það náttúrulega. Og ég vil svara bæjarfulltrúa Guðmundi Baldvin það að ég sagði ekki að við myndum ekki ná neinum árangri. Ég sagðist efast að við náum árangri strax. Og það var í því samhengi að við ættum að hugsa hvað við ætlum þá að gera. Ætlum við að grípa til einhverja ráðstafana með fjármagn til þess að brúa bilið á meðan að þanga til að við náum þá betri samningi fyrst að við getum kannski verið bjartsýn það.
og það var í því samhengi sem ég var að benda á hérna, tekjur af komu skemmtiferðaskipa. Og ég ætla bara að segja að í mínum huga mun skárra að tala fáfræði heldur en, þú veist, illmennsku. Ég meina, fáfræði ekkert slæm og það raun verið þess vegna sem ég nefndi hérna fjölmiðla, því að þetta er bara spurning að koma skilaboðum til skila. Ég meina, ég skil vel að einhver ráðherra sem að fæddur uppalinn í Reykjavík og hérna hefur aldrei komið á Raufarhöfn, veit ekkert hvernig, þú sé bara ekki tengslum við hvaða hlutir skiptir máli eins og ég var að telja upp áðan, sko. Það meira heldur en álver sem að skiptir máli út á landi. Þannig að þetta var alls ekki illa meint að tala hérna fáfræði, heldur hérna, þú veist, er þetta spurning upplýsingaflæði líka. Ég ætlaði svo sem ekkert að fara að ræða eitthvað sérstaklega hérna Hof, en það mjög áhugaverð vangavelta hjá bæjarfulltrúa Ingibjörgu hvernig væri hér útlits ef að Hof hefði ekki verið byggt. Þá langar mér bara að velta upp þeirri pælingu hvernig væri hérna útlits ef að Hof hefði ekki verið byggt en þessi 4 milljarðar sem að Hof kostaði hefði verið settir beint í menningarmálin. Af því að það er alveg, þú veist, það er alveg valmöguleiki líka. Þetta snýst náttúrulega ekki bara byggingar, þó að sé ofsalega auðvelt alltaf að setja pening í byggingar, þá er samt sko valkostur að setja bara pening beint í sköpunina. Þannig að bara svona í því samhengi þá er það önnur mynd og hún geti verið ólíkt skemmtilegri heldur en ef ekkert hefði gerst. Og það er náttúrulega máli, það gerist ekkert þannig, þetta hlutin gerist ekkert að sjálfu sér. Þú veist, auðvitað, ég held að við getum öll kannski verið sammála það að öll höfum við sköpunarþörf og fólk mun ekkert hætta að skapa, en eins og í tilfelli þessa máls sem er þessi menningarsamningur, þá snýst þetta í raun og veru hvort fólk getur lifað af sköpuninni, hvort það getur haft atvinnu sína af sköpuninni og það er það sem þetta snýst og varðandi þetta með Þjóðleikhúsið og Sinfóníuhljómsveit Íslands, þá er þetta bara vegna þess að samkvæmt þeim upplýsingum sem liggja fyrir hjá fjármálaráðherra, þá er framtíðarsýn hans niðurskurður í útgjöldum hins opinbera cirka 6 milljarða fram til ársins, á ári, fram til ársins 2019. Og auðvitað velti maður í fyrir sér hvað ætla maðurinn að taka út og þess vegna kem ég með þennan samaburð eða þetta, þú veist, eins og ég sagði á þann, ef að baráttan bitana verður harðari, að þetta er í því samhengi sem að þessi vangavelta kemur upp og eins og ég sagði á þann, ég skil fullkomlega hvað það er gott að eiga okkar þjóðarstofnanir. En ég skil líka fullkomlega hvað það er mikilvægt að eiga okkar stofnanir í nærumhverfin okkar. Takk. Sóley Björk Stefánsdóttir bæjarfulltrúi lokið máli sínu. Næst tekur til máls Eiríkur Björn Björgvinsson bæjarstjóri. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil nú sjálfsögðu eins og aðrir þakka kærlega fyrir þessa góðu umræðu og mikilvægu. Það sem ég ætlaði að fá aðeins að koma inn í umræðuna eru svona hlutir, ég ætla ekki að fara að endurtaka allt sem hér er komið fram, en það er margt mjög gott og áþarf að endurtaka það sjálfu sér. En mér langar aðeins að bæta við og koma líka aðeins með nýjan vinkil eða kannski svona aðra sýn á þessa umræðum tekjuöflunina. Fyrsta lagi þá varðandi þetta með að menning sé atvinna, það er held ég ekki nokkuð vafi, en ég nota oft dæmi þegar við ræða bæði Hof og aðra menningarstarfsemi hér í bænum, þegar að ágætur atvinnurekandi hér í bæ sem rekur hér hárgreiðslustofu kom að máli við mig sirka ári eftir að Hof var tekið í notkun og tilkynnti mig það að þetta hefði verið eitthvað það besta sem hefði gerst fyrir Akureyri í mörg ár og ég var ekki alveg að skilja hvað viðkomandi var að fara. En hún hafði einfaldlega tilkynnti mig það að hún hafði þurft að ráða til sín 2 nýja starfsmenn bara vegna þess að það væri svo mikið að gera í Hofi og svo mikið að gera í menningarmálum. Þarna sjáum við rauðningsáhrifin sem eru í menningarlífinu á Akureyri og reyndar víðar. Þetta margfaldar sig. Þetta er akkurat það sem við viljum sjá, þetta er það sem við viljum fá að heyra,
að önnur starfsemi í bænum, hún að eflast líka vegna þess að við erum með svona öflugt menningarlíf og við erum með svona öflugt íþróttastarf og svo framvegis. Það tengist nú bara umræðan það hversu mikilvægt að halda svona starfsemi út en ekki bara alltaf þessu lögbundna eins og við erum okkur nú oft tíðrætt líka. Aðeins varðandi stuðningi frá öðrum sveitarfélögum, taka annað dæmi, og ég held að það sé oft gott að taka dæmi svo fólk skilji svona alvarleikann í þessu. Fulltrúar frá sveitarfélögum sem eru eitthvað 200 kilometra héðan frá Akureyri hafa lýst því yfir að menningarlíf í þeirra sveitarfélögum hafi elst við það að menningarlíf á Akureyri hafi elst. Það að segja hof hafi verið komið til og önnur listastarfsemi hafi elst á Akureyri. Og það er bara vegna þess að fólk sækir meira menningarviðburði, fer svo heim, antarlega útblásið af metnaði og því að gera eitthvað svona heima hjá sér líka og framkvæmir það síðan þar. Þannig að þetta hefur líka þessi margfeldisáhrif í sveitarfélögum, ekki bara alveg næst okkur, heldur þetta langt frá okkur líka. Og þess vegna finnst mér, ég held að sé bara sjálfsagt mál, ég held að við fáum örugglega stuðning frá sveitarfélögunum í Eyþingi ef við óskum eftir því að þau styðji okkur með einhverjum hætti og með formlegum hætti í þessari baráttu okkar. Áður en kemur á tekjustofnunum, langar mig aðeins að minnast á fjölmiðlana því hér var spurt að koma þess á framfæri við fjölmiðla. Það hefur vissulega verið gert, ekki nýlega, að því að fulltrúar voru að ræða þetta hérna áðan, en einfaldlega hitt að við höfum sent mikið upplýsingum svona mál en fjölmiðlarnir hafa ekki áhuga. Það sorglegt þegar við fáum ekki undirtektir. Það reyndar ábóðslega gott, svo við hrósum á fjölmiðlum líka, hvað hafa verið duglegir að fjalla það sem við höfum verið að gera vel hérna, menningarviðburðinn og svo framvegis, en þeir hafa lítið sýnt þessu áhuga þegar við höfum svona verið að barma okkur í því að okkur vantar meiri stuðning frá ríkisvaldinu, vegna þess að mér finnst þetta svo borðleggjandi fyrir fjölmiðla að velta sér upp úr þessum samanburði og þetta er fréttnæmt og tengist þessar umræður sem þið eru búin að fara hér í gegnum þennan samanburð á milli höfuðborgarsvæðis og landsbyggðanna og sjálfsögðu Akureyrar. En þá að tekjunum, ég áttaði mig á því daginn þegar ég hélt einhverja ræðu á stjórnarfundi Sambands íslenskra sveitarfélaga hvað ég var orðinn alveg óbóðslega þreyttur og lúinn starfsmaður og fulltrúi hjá sambandinu. Ég var bara farin að hálfpartinn að gráta þegar ég var að tala samskiptin við ríkið og sveitarfélag, samskiptin milli ríkis og sveitarfélaga. Og nú var bara orðið spurning það að ég þyrfti bara sjálfur að fara að hugsa minn gang og reyndar við flest það við þyrftum bara að fara að hugsa þess út fyrir boxið. Við getum ekki endalaust verið í þessari stöðu að vera alltaf kvartandi við því að okkur vantir peninga frá ríkinu. Við verðum að fara að hugsa þetta upp á nýtt. Og mitt innlegg í það það sem svo sem ekkert nýtt, þetta bara til þess að hnykkja á því sem áður hefur verið sagt og áður hefur verið rætt, það að skoða tekjustofna sveitarfélaga. Við þurfum að fá möguleika til þess að komast í tekjustofna sem ríkið fær beint til sín og þeir renni til sveitarfélaga. Þannig að við höfum meiri möguleika á byggja upp okkar starfsemi í sveitarfélagin á okkar forsendum en ekki á forsendum ríkisins. Og ríkið sé alltaf að segja þið að gera þetta svona, að gera þetta hinsegin og til þess fáið þetta mikið af peningum. Þetta er svona mitt innlegg í stuttumáli og sjálfsögðu þakka kærlega fyrir mjög góð umræður aftur. Takk. Björn Björgvinsson, bæjarstjóri hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Silja Dögg Baldursdóttir, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að byrja á því að þakka góðar umræður. Þegar ég horfi fallega bæinn Akureyri kem ég auga á þann mikla menningarlega auð sem í honum býr. Í menningu á ég við myndlist, tónlist, leikrit, söfn, svo eitthvað sé nefnt. Það er mikilvægt að huga að þessu og ekki einungis í virði ánægju bæjarbúa og ferðamanna heldur líka sem atvinnuskapandi grein. Menning kostar en kemur út í ómældum áhrifum út í samfélagið. Akureyrarbær að gera góða hluti og það er hreinlega pirrandi að ríki komi ekki meir upp á móti okkur, sérstaklega í ljósi mismuna í fjármagni milli tveggja sveitarfélaga. Mismunur á milli fjármagni sem veitt í menningamál á höfuðborginu algjörlega ósættanleg. Ég tek undir með bæjarfulltrúa Evu Hrund að þetta nánast móðgandi.
Menning atvinnuskapandi. Það að fá sanngjarnt fjármagn styður ekki bara hreinan auð menningar heldur líka atvinnuaukningu í bænum. Eins tek ég undir með Sóley að reyna að vekja meira athygli fjölmiðla. Ég tel að geti styrkt okkur í viðræðum. Ljósi því sem bæjarstjóri Eiríkur sagði, þá hvet ég fjölmiðla að taka þetta mál upp hjá sínum miðlum og ég tek heils hugar undir þessa bókun og trúi því að meiri sanngirni náist í næstu samningum. Silja Dögg Baldursdóttir, bæjarfulltrúi, lokið máli sínu, orðið laust. Logi Már Einarsson, bæjarfulltrúi, tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla að nýta mér það að ljúka þá þessar umræðu eins og annað hjá málshefjanda og koma bara inn á nokkur af þessum atriðum sem að bæjarfulltrúar hafa nefnt hérna. Nú bæjarfulltrúinn Njáll talaði að ég hef nefnt 175 milljónir, að það væri svona, já, eins og ég skildi á honum að mér þætti það ásættanlegt. Það var nú ekki þannig. Ég nefndi að það væri svo tala sem að við þyrftum að vera að sjá núna ef að samningurinn hefði bara staðið í stað að verðgildi. En ég tek hjartanlega undir með honum að hann ætti auðvitað að vera mikið hærri. Nú, hann talaði að hefja viðræður og fá nágranna sveitarfélögin í lið með okkur í þessari baráttu fyrir höfuðborgarhlutverkinu, ekki síst á sviði menningar. Það nú alveg ánægilegt að segja frá því að þetta hlutverk okkar þeim algjörlega fullkunnugt og þeir eru sammála því. Og það hefur verið afskaplega gott samstarf einmitt á sviði menningamála á milli stóra bróður Akureyri og dreifðari byggða hérna í kringum okkur. Og þar hafa menn alveg fulla skilning eins og bæjarstjórinn kom inn á að efling menningar á Akureyri eflir menningu í dreifðari byggðunum. En það þessi munur sem ég nefndi áðan, að þetta kannski eina svæði þar sem virkilega hægt að gera ráð fyrir atvinnumennsku á öllum sviðum ásamt auðvitað þessari nauðsynlegu grasrótar vinnu og starfi. Nú, Sóley Björk bæjarfulltrúi, hún efaðist að eitthvað gerðist 1, 2 og 3 og það auðvitað alveg rétt og það getur vel verið að ég hef verið full mildur í orðalagi þegar ég talaði að ég tryði því ekki að þeir skildu þetta ekki ráðamenn og ég hefði svona á grunum að þetta veri misskilningur. Ég held hins vegar að það sé bara auðveldara fyrir okkur og betra fyrir okkur að fara inn í samræðunar með sæmilegri sanngirni, vitandi það að þeir sem að stjórna fjárveitingu alls ríkisins eru líka í glímu við erfiðar aðstæður og trúa því virkilega að menn meini það sem þeir eru að segja. Þannig ég held að það sé bara betra heldur en að fara með hnefann á lofti, jafnvel þó það taki örlítinn tíma að ná fram réttlæti. Nú, hvað var það fjölmiðlana, þá er ánægilegt að segja frá því í sjálfu sér að Vikudagur hefur nú þegar haft samband við mig og ég hef gefið honum þessar tölur og ég hef svarað nokkrum spurningum sem eru í rauninni í takt við það sem við höfum verið að ræða hérna. Þröstur ritstjóri Vikudags hafði samband eftir væntanlega fundargerð stjórnar Akureyrarstofu og ég sá nú svo að fylgjast með þessum bæjarstjórnarfundi hérna, þannig að það aðeins fylgst með okkur og það gott að heyra. Nú, svona vangaveltur hvað höfum við að gera með menningarstofnanir í Reykjavík. Ég veit að við erum öll sammála það og það auðvitað ómetanlegt að eiga þjóðleikhús, eiga stórt listasafn, eiga symfóníu, eiga ballett. Það gefur okkur öllum eitthvað sem þjóð. Þannig að ég held að við ættum nú ekki að fara í þennan slag á þeim forsendum að vera að höggva eða móla úr því frábæra starfi sem unnið í höfuðborginni, heldur miklu frekar að reyna að ná eins og bæjarfulltrúi Guðmundur sagði sanngjarnum hluta. Við verðum nefnilega líka að gera okkur grein fyrir því, þó við stundum sperrumst upp og tölum okkur sem borg, að við erum auðvitað líka bara 18.000 manna samfélag og þó að við séum það stór og öflug að við getum staðið fyrir býsna kraftmiklu lista og menningarlífi, þá náum við kannski aldrei alveg því sem höfuðborgin nær heldur og það alveg eins að dreifðu byggðirnar græða á því að Akureyri styrkist. Við græðum líka á því að menningarlífið í Reykjavík styrkist, við skulum ekki gleyma því. Og það bara þannig, við þurfum ekki annað en að bara að lesa söguna, að deiglan,
hún oft í miðjunu, hún í stóru borgunum. Skoðiði París upp úr áramótunum 1900 og sjáuði hvað var að gerast þar. Þeir drógu að sér alla listamenn álfunnar. Þetta það sem gerist. Þetta fólk þarf á hverju aðra að halda. Og við erum í alveg dauðafæri að skapa svoleiðis aðstæður hérna. Það svo sem ekki margt annað sem ég ætla að koma inn á, ég sammála flestu, ég ætla aðeins að gera umtalsefni orð Ásildar bæjarfulltrúa. Það var svona pínu til hliðar við umræðu efnið, það var tónlistarskólana og það auðvitað alveg rétt að við höfum ekki efni á því að glata niður og tapa niður því frábæra starfi sem hefur verið unnið síðustu 60 ár á Íslandi í tónlistarnámi. En við mögum heldur ekki gleyma því að það eru til fleiri listgreinar heldur en tónlist og við þurfum einmitt að fara að huga að því hvernig við getum boðið börnunum okkar hérna í bænum upp á víðfeðmari og meiri menntun á sviði menningar og lista. Og það ekki þannig að tónlistin og tónlistanámi geti sagt það verður ekkert hnikað hér sama hvað það kostar. Ef að breytingar á fyrirkemulegu tónlistakennslu nauðsynleg til þess að efla almenna fræðslu og kennslu og aðgang á öðrum listgreinum, þá getur bara vel verið að við þurfum að skoða það, jú. Og við höfum margoft talað um það hérna að við viljum víkka út hugmyndafræði og aðferðir tónlistarskólans og búa til hérna listaskóla barna og ég held við ættum ekkert að kvika frá því. Ég hef stundum talað um það, til dæmis ef við tökum bara sjónlistir, að þær ekkert ólíkar knattspyrnunni innan íþróttana. Þú getur kastað einu bolta inn á 1 hektara og það eru 40-50 krakkar ánægðir í 2 klukkutíma og fá helling út úr því. Það eins með myndlist að það ekki einungis myndlistamenn sem byggja á grunni myndlistar. Það eru arkitektar, fatahönnuðir, ljósmyndarar, grafískir hönnuðir, myndlistamenn. Þannig að við erum að tala hér í bænum kannski hundruði manna sem að hafa lifibrauð sitt af því þó þeir séu ekki avantgard myndlistamenn í sjálfu sér. En fyrir þeim eru myndlistamenn eins og fyrir fræðasamfélagið að hafa háskóla sem að stunda rannsóknir. Ég veit að við erum sammála þetta, en ég vildi bara koma þessu að vegna þess að það afar mikilvægt að við reynum að breikka frekar þann grunn sem við getum boðið börnunum okkar frekar en að kannski bara verja það sem við höfum. Við nefnilega, mannskepnan, hún nefnilega svo ótrúlega að hún nær framförum. Logi Már Einarsson bæjarfulltrúi lokið máli sínu, orðið laust. Það sem enginn hefur hvað til ljós, þá les ég upp tillögu af bókun. Á undanförnum árum hafa framlög til stofnana ríkisins í Reykjavík saman sem Hörpu listasafni Íslands og Þjóðleikhússins og Sinfóníuhljómsveitar Íslands hækkað 100 milljóna króna á sama tíma og framlög ríkisins til sambærilega stofnana á Akureyri hafa staðið í stað. Samkvæmt fjárlögum fyrir árið 2016 ekki að sjá neina breyting á þessu. Akureyri gegnir mikilvægu hlutverki í menningarstarfi á Norður- og Austurlandi og framboð á menningu mikilsverður þáttur í því að tryggja jöfn búsetuskilyrði. Stjórn Akureyrarstofu telur þessa mismunun sem í framlögum birtist óskiljanlega og í raun svo óásættanlega að ekki verður lengur við unað. Bæjarstjórn Akureyrar felur bæjarstjóra og formanni Akureyrarstofu að taka upp viðræður við mennta- og menningarmálaráðherra endurnýjan menningarsamning á milli ríkis og Akureyrarbæjar. Já, fyrir ekki smá leiðrétting. Þetta náttúrulega bókun bæjarstjórnar en við erum raun og veru að taka undir bókun Akureyrarstofu frá 23. september. Þeir sem geta samþykkt framgreinda tillögu vissulega gefi merki. Það samþykkt samhljóða.